Komið sæl. Verið velkomin með mér í braggan hér með hvítum máfum. Gestur dagsins í dag, hann hefur fengist við ýmislegt. Hann rafeindavirki, hann loftskeytamaður og flugmaður. Garðar Sigurvaldason heitir hann, hefur síðustu ár unnið sem sjúkraflugmaður og kominn á það sem kallað aldur, þráttur fyrir það að hann sé á besta aldri og sprækur sem lækur. En við ætlum að spjalla svolítið saman lífið og tilverun og þeir eru velkomin að koma. Garðar, velkomin. Þakka fyrir, Hjörtur. Hvernig, það eins og hann segir, hvernig lífið eftir vinnuna eða eftir flugið? Þú hættur að fljúga? Já, ég hættur að fljúga. Já. Hætti fyrir tæpum 8 mánuðum. Já. Og lífið hefur nú verið alveg ágætt. Ég hef náttúrulega búin að vera mikið heima hjá mér síðan. Já. Hvað segir blessur kona þín þá? Já, hún hefur verið mjóna með það. Svo leiði sko, ég hafði náttúrulega nóg að gera margt sem satt á hakanum og svona búið að sópa svolítið upp. Ertu búin að gera það? Fórstu þá bara í það? Já, en ég fór nú reynda líka sko, ég hafði að vinna með svona gömlu vinnuna mína. Já. Ég verið að vinna svolítið við tæki og siglingatæki og alls konar stýri búnað í skipum. Já, þú ert sko, þú ert rafeindafræðingur líka. Já, ég rafeindavirki frá því. Já. Ég lærði hjá Símanum, á Radiovestanum hjá Símanum og kláraði það 78. Já, og en sko, þú ert flugmaður síðast hjá Mýflugi í sjúkrafluginu. Já. Hvað lengi? Ég byrjaði fyrst að fljúga hjá Mýflugi 93 og það var nú vísu sumarvinna mest, fyrstu sumarinn. Já. Náttúrulega með útsýnisflug á Mývatni. Já, byrja á því. Já, en svo vorum við náttúrulega með tveggjarhreyfla vél sem við vorum að lána mikið í sjúkraflug. Svona Íslandsflugi og ýmsum öðrum og vegum okkar sjálfra. Já. Og vorum marga svona skiptumst á að vera svona part af úr vetrum á Ísafirði og á Egilsstöðum. Og ég var reyndar að fljúga líka fyrir Íslandsflug á Egilsstöðum þegar vorum með sjúkraflugi þarna eftir að flugfélag Austurlands hætti. Já. Þannig að þú hefur verið í, sko, þú hefur ekki verið að fljúga hjá svona eins og við kallum stórum flugfélögum. Nei, ég hef aldrei unnið hjá stærra félagi en Mýflugi. Þú var aldrei litlu snotru flugfélagi og Mývatnssveit. Já. En eins og ég segi, þú ert síðast á sjúkravélinni. Já, ég er búinn að vera núna síðustu 10 árin, frá 2006 byrjun, þegar við fengum sjúkraflugsamningi fyrir ríkið, eða ráðuneytið. Já. Og þá byrjum við hérna í ársbyrjun 2006. Garðar, sko, hvernig þetta starf? Já, þetta starf sem flugmannsstarf þetta starf mjög fjölbreytt. Já. Og það að vísu frekar óreglulegu vinnutími. Já. Af því að við erum eiginlega til taks allan sólarhringinn þegar við erum á vakt. Já. Og stundum, og svo fáum við náttúrulega ágætt frí á milli, sko. Já. Þannig að þetta svolítið svona, maður þarf að geta verið fljótur að vakna þegar SMS-ið kemur eða síminn hringir. Já. Og alltaf að vera með símann kláran. Alltaf símann kláran. Já. Þú ert á vaktinni, þú sofnar, ertu þá með í bakfanganum, það gæti orðið sko útkall. Já. Maður einhvern veginn með það þannig í bakfanganum að ég man aldrei eftir að ég hef ekki heyrt þegar að koma SMS. Nei. En sko, hver hringir í sjúkraflugmanninn? Já, það var nú fyrst slökkvistöðin á Akureyri. Já. Þá sáu þeir útköllin, en svo færðist það yfir á neyðarlínuna eitthvað 2 árum seinna. Þannig að neyðarlínan, það hún sem hringir í þig? Já. Sko, er það
stressandi, menn svolítið svona svolítið stífir sko því að þeir vita að gæti verið kallað út? Nei, maður vissi nú eiginlega af hverju maður var að ganga sko, þegar maður var á vaktinni. Já. En það var eina sem var kannski stressandi við þetta, það var hvernig veðrið væri. Já. Og það auðvitað kom fyrir að við gátum ekki farið á þessa staði þegar að kallið kom. Já. Vegna veðurskilyrða. Já. Eða einhverja annara skilyrða á þeim flugvelli sem við ætluðum á. Já. Og það gat líka verið vegna hálku og vegna hlíðarvinds eða vegna þess að það náðist hreinlega ekki í flugvallarvörðinn. Nú það er bara svo líka, já. Já. En hver er það sem að gefur ykkur upplýsingum? Það þurfið þið, þú ert kallaður út, þú kemur hérna þar sem að sjúkravélinni er geymd og þið farið þarna í sérstakar skrifstofu sem þið hafið og svona. Já. Hver sem sagt veitir upplýsingar þetta allt saman, veður og annað slíkt? Þurfið það að segja þetta sjálfir eða? Já, við þurfum alveg að segja þetta sjálfir og sérstaklega utan þjónustutíma, á nætum, nóttum og helgum. Og við þurfum yfirleitt alltaf að ræsa sjálfur út þá flugvallarstarfsmenn viðkomandi flugvallar sem við erum að fara á. Já. Fá upplýsingar um veðri hjá þeim. Á daginn hins vegar þá eru allmargir flugvellir með þetta á tölvu á veðursíðunni. Já, já. Hjá veðurstofunni. Já, já. En þeir eru alltaf kallaðir úr 2? Já, við erum 2 sem að fljúum á þessari vél. Áhöfnin eru 2 flugmenn. Já. Nú og hluti af áhöfnin er líka sjúkraflutningamaður og læknir og annað slíkt heilbrigðisfólk eftir því sem að tilefnið til sko. Já, þannig að þið farið 2 og síðan jafnvel 2 með eða eitthvað svoleiðis. Já, alveg upp í 4 með. 4 með. En hvernig sko, þegar kallið kemur, fáið þið þá upplýsingar stöðu á sjúklingnum eða fer það bara til lækna sem að koma með eða hvernig Nei, það er kvarðað niður í 4 forgangs flokka. Já. Fyrsti forgangur er náttúrulega bara strax. Já. Þá er okkar skylda að vera tilbúin til að fara á 35 mínútum. Frá því að kallið kemur. Frá því að kallið kemur. Já. En svo eru undirflokkar F2, þetta er F1 og F2 og upp í 4. Já. Og F2 er þá sem sagt ekki beint lífsókn eins og F1. Já. Það er möguleg lífsókn. Og það var aðeins lengri tími gefið, 3 korter. Já. En svo er það 3 og 4, það er svona flutningur yfirleitt, flutningar. Já. Aðeins misáriðandi. Já. F4 má kannski vera morgun eða næst að hentar skilyrðum og... Já, já, já. F3 er aðeins meiri helst sem fyrst. Já, helst sem fyrst. Já. Já, já, já. En hefur komið upp úr staða þegar þið að fara? Já. Það er ófært á staðinn og svo kemur upp eins og stundum við verðum að komast til þess að bjarga einhverjum. Já. Hefur það komið upp hjá ykkur? Já, já, já. Hvað gerir þið þá? Reynið þið allt? Farið þið á stað eða hvað er þetta? Við náttúrulega reynum allt til þess að fara sko. Það verður náttúrulega að vera viti í því. Já. Og við setjum aldrei í hættu hvorki sjúkling né áhöfn. Eins og gefur að skilja. Já. En það eru vissi staðir af landinu þar sem að til dæmis eins og Vestmannaeyjar. Já. Að það er nú oft æði hvasst þar og misvinda eða lágskýjað eða myrkur eða eitthvað. Já. Að þá ef við getum ekki farið, treystum okkur ekki til að fara, að þá er uppi sú option, svo möguleiki að þeir sjálfur bara panti þyrluna. Já. Frá gæslunni. Já. Og þyrlan frá gæslunni, hún er náttúrulega eins og við vitum tilbúin allar sólarhringinn og þeir fara þá frá Reykjavík og það er yfirleitt þægilegt fyrir þá að fara til Vestmannaeyja eða það er bara að fara yfir sjó fyrir utan náttúrulega Reykjanes, fjallgarðinn. Já. Þeir geta að fara út fyrir ef það er ísing, þannig að þeir komast yfirleitt oftast nær. Já, þeir komast, já. Já, oftast nær. Þannig að og þyrlur geta flogið geta aðtanna sig í mikið meiri ókyrrð heldur flugvélar. Já. En já, ég ætla nú kannski ekkert að fara út í einhvern samanburð þess áttar, en stundum hefur þið sagt að það er bara að nota þyrlu til sjúkraflugs? Já, þyrlur eru náttúrulega talsveit hægflegari heldur en venjulegar flugvélar, eða allavega eins og flugvél sem við erum náttúrulega með mjög hraðflega vél, vél sem getur með jafnþrýstiklefa og getur flogið upp í háar hæðir og
samt sem áður þrýstingur inn í flugvélinni bara eins og við sjávarmál. Já. Og hún flýgur margfalt hraðar en þyrla. Já. Og getur þar ekki flogið í ísingaskilyrðum sem þyrla getur illa gert nema mjög stuttan tíma. Já. Er þetta góður kostur, er þetta góð staðsetning á svona aðalstöðum sjúkraflugs eins og að hafa þetta á Akureyri? Já, þetta nú góður staður að því leyti. Ef þú sko teiknar hring út frá Akureyri, hringi sem sagt, að þá styst frá Akureyri til allara sjúkraflugsstaðana hér á Austurlandi, Norðurlandi og Vesturlandi nema að svo styttra heldur frá Reykjavík nema Vestmannaeyja. Já. Vestmannaeyja lengra sko. Já, það lengra fyrir ykkur. Já. En það líka eini staðurinn sko. Já. Hvernig saknaðu flugsins? Já, ég geri það. Já. Flýgur eitthvað samt? En ég á litla rellu sem ég flýg svona mér til skemmtunar. Já. Og ég hef gert það í sumar til dæmis. Ég hef búinn að taka þátt í ýmsum mótum og svona sem að haldin á Íslandi, flugmótum. Já. Maður svona lætur sjá sig, þetta er talsveit mikil félagskapur. Já. Kringum einkaflugið. Þú byrjar seint í flugi? Já, ég tek einkaflugmanspróf 35 ára. Já. Og einkaflugmaður hérna í nokkur ár og svo fer ég í atvinnuflugmannsskólann og klára hann vorið 88. Hvað ertu gamall á? Þá er ég 38 ára. Þá ertu 38 ára? Já. Já. Og þá fór ég fljótlega að fljúga hjá Sverri Þórodds. Já. Og upp úr því Íslandsflugi dálítið. Og svo mýflugi frá 93. Já, þannig að þú ert sko, þetta er svolítið öðruvísi röð og öðruvísi flugmennska þín heldur en bara svona annara atvinnuflugmanna. Já, mjög mikið öðruvísi. Já. Það reyndar held ég fara fáir sem að hafa farið í atvinnuflug sem að hafa lært, sem sagt klára svona seint að læra. Svona miðað við takarða, hvað það kostar og tíminn sem fer í þetta. Hvaða vitleysa var þetta af þér að vera að fara að rjúka í flugið? Varst ekki í fínni vinnu? Jú, ég var í fínni vinnu sem rafeindaverki og með mitt eigi verkstæði þjónandi skipaflotanum. Austur á Höfn í Hornafirði. Já, en var það flugið bara sem að kallaði í þig? Þá kom kvótakerfið. Þá flutti ég til Reykjavíkur. Nú. Þá bara var farið að selja svo mikið að allir vertíðabátar voru bara seldir fljótlega, togararnir hurfu líka mjög fljótlega. Þannig að vinna mín bara minnkaði mjög mikið strax. Sem rafeindavirkja? Sem rafeindavirkja, með sérstakt verkstæði út á landi. Já, og varstu með einhverja sér kunnáttu og þekkingu? Nei, ég var í öllu. Í sambandi við hvað þá? Siglingatæki? Siglingatæki, fiskileitatæki, fjarskiptatæki og alls konar stýribúnað í skipum. Þú ert nefnilega skráður rafeindavirki í símaskránni? Já. Flugmaður sjálfur? Já, það er rétt, já. Já, ég hef haldið upp á þetta. Hvað lærður það? Hjá símanum. Já, þú sagði mér sér. Upphaflega fór ég í loftskeytaskólann. Var í loftskeytaskólanum, hann var þá 2 ár. Já. Og ég útskrifaði sem loftskeytamaður vorið 1970. Já. Og fer þá strax á sjó, fæði strax pláss á sjó. Og hvernig skipi? Já, það var nú gamalt gufutogari sem ég byrjaði á. Nei, 7 togara? Það var Mars. Já. Marsinn hjá Júpíter og Mars. Já. Tryggva Ófeisinni í Reykjavík. Já. Og ég var á Marsinum þarna sumarið 70. Nú, þetta var nú afleysing hjá mér, þó ég væri svona lengi að ná honum. Já. Og svo fór ég og leysti á öðrum togara hjá honum, Úranusi, hann var líka gufutogari. Já. Gufuspil og gufuvél og meira að segja ljósavélin gufuvél. Nei. Jú, allt gufudrifið. Þetta ætti að vera á safni náttúrulega. Því miður er þetta ekki til lengur. Ég var bara svo heppinn að ná í skotti á þessu. Já. Síðan fer ég á Sigurð, RE4, sem var náttúrulega mikið happaskip og nýbúið að selja úr landi í brotajárn.
að hann var þá togari, mjög farsælt skip og hann var dísiltogari, sko, smíðaður í Þýskalandi. Og ég var á honum þangað til að það var tekið nákvæmlega að breyta honum í nótaveiðiskip. Já. Og þá fór ég í land og sigldi nokkra túra hjá Eimskip. Nú. Það í svona tæpt ár. Já. Fór svo í land og fór að vinna í Gufunesi. Á Reykjavík radíó. Á radíónu þar? Já. Já. Á Reykjavík radíó og Æsland radíó sem sko flugvéla. Já, yfirflugið. Yfirflugið. Já. Það var allt á sama stað upp í Gufunesi. Já. Nú reyndar Æsland radíó ennþá í Gufunesi. Já. En það eru engur loftskeytamenn lengur. Það er ekki krafa að þeir séu loftskeytamenn. Nei. En það eru reyndar nokkrir að vinna ennþá sem eru sko loftskeytamenn. En Garðar, sko loftskeytafræði, hún kennd ennþá? Nei, hún er ekki kennd. Því var hætt bara í kringum 80. Já. Held ég sé. En þú ert bara stubbur eins og maður segir þegar þú ferð og lærir þetta? Já, ég hefði nú getað að byrja árið fyrr. Já. Því að ég byrjaði að læra bifvélavirkjun. Hvað þetta segja? Já. Og mér fannst það svo óþrifalegt. Já. Ég hugsaði með mér, ég myndi aldrei endast í þessu alla ævina. Nei, í bifvélavirkjun. Já. Nei. En sko, hvaðan kemur það áhugi, segjum bara á bifvélavirkjun og svo loftskeytafræði? Já, maður hafa áhuga fyrir öllum sköpum hlutum í þá daga, fjarskipti og radíó hefur reyndar alltaf verið áhugamáli á mér. Já. Maður átti talstöðvar og smíðaði sjóraningja útvarpsstöðvar og svona, sko, ég var með það heim í Kópavoginum í gamla daga. Útvarpaði músík. Já, þú hefur útvarpsstjóri líka? Já, það var ýmislegt brallað. Já, en hvaðan kemur þið upphaflega? Hvaðan ertu? Já, sko, foreldrar mínir, mamma, hún er fædd og uppalin í Garði í Mývatnssveit. Þú ert Mývetningur hlutar? Ég er Mývetningur þar með. Já. Hún er eiginlega Mývetningur í alveg aðrættin og Skagfirðingur í Hina. Já. Og pabbi, hann er úr Húnavatnssýslu og Skagafirði. Hann er fæddur á Refsstöðum í Húnavatnssýslu sem er rétt hjá Borgarvirki. Já, Refsteinsstaðir eru merktir hérna. Já, mjög vel merktir hérna. Já. Nú, þau kynntust eitthvað í síldinni á Siglufirði. Svona eitthvað 1940 eitthvað. Þú ert síldarakvæmi eins og maður segir. Já, svo fóru þau bara tóku saman og byrjuðu að búa í Mývatnssveit. Já. Og pabbi var þar á einsum svona þungavinnuvélatækjum sem þá voru. Já. Þætti hún ekki merkileg í dag. Nei. En svo fluttuðu til Reykjavíkur þegar ég var 6 ára. Já. Í Kópavoginn, fyrirgefðu. Já, í Kópavoginn. Já. Gerðu svona nokkuð skonar frumbyggjar Kópavogs. Já, þannig að þú ert einn af þeim. Já, og ég er alveg upp úr skítnum í Kópavogi eins og Helgi P. sagði hérna. Í Ríó. Já. En Garðar, sko, það er náttúrulega í þessa mynd kemur svo fjölskylda. Já. Hver er kona þín? Hún heitir Sveinbjörg Anna Friðbjarnardóttir. Kemur hvaðan? Og faðir hennar var uppalinn hér á Akureyri og Hríseyjargötunni. Nú. Já. Er reyndar ættaður, annars vegar móðir hans var úr Húnavatnssýslu og Laxárdal. Og pappa hans var eiginlega hérna úr Öxarfirði. En þau bjuggu hér. Já. Akureyri. Hann fór svo bara í kennaraskóla þegar hann hafði aldur til og hefur lítið verið hér síðan eða bara ekki neitt. Nei. Og hvað eigið það af börnum? Ég og kona minn, Sveinbjörg, við eigum 5. Við eigum 3 drengi og 2 dætur. Og svo átti ég frá fyrra sambandi 2 börn sem eru reyndar strákur og stelpa og hann var, móðir hans flutti til Danmerkur þegar hann var 8 ára. Já. Og hann eiginlega var alveg upp þar síðan. Já. Gekk þar í skóla og kláraði verkfræði í umhverfisverkfræði frá háskólanum í Lyngby, DTU. Já. En hann er núna aftur kominn til Íslands. Nú? Já, og hann er búinn að vera hér og undirbúa verkefni sem er reyndar orðið að veruleika núna og komið í ganga. Það er bygging kísilstóriðju í Helguvík á Reykjanesi.
en þú áttir heilt lið í þarna Úlfsværi, ekki? Já. Jú, Eða þið? það var nú eiginlega dóttir mín þarna sem er á Höfn í Hornafirði. Já, það er fornleifafræðingurinn. Já, Já. hún, sko við byggum hana í 12 ár, sko. Já. Og hún átti heima þar þegar hún fæddist og elsti strákurinn okkar fæddist þarna og þriðja barni líka. Þannig að þau voru með réttu fædd og uppalinn mislengi Já. á Höfn í Hornafirði og einhvern veginn æxlaðist það þannig að hún var beðin að safna liði. Já. Þannig að hún hringdi þá bræður sína og fekk þá með sér, Friðrik og Friðbjörn. Já. Og yngsta stelpan okkar, Þura, hún var símavinnurinn. Var Þura símavinnurinn? Já. Já. Þannig að þau endurst þannig í einhverja þætti. Já, þau stóðu sér vel. Já, þau stóðu sér bara ágætlega. Já, Þura, ég kannast nú við Þuru, fyrst hún nefnir hana. Já. Þannig að er flugmaður. Hún er flugmaður, já. Hún fór í flugið. Já, hún fór í flugið. Já. Og þegar hún var að læra hérna, sko, hún var á gúmískóm. Já, hún kom úr Mýjasettinni þá. Já, ég maður eftir því. Já. Og hvar flýgur hún? Já, hún fekk vinnu hjá VAR. Já. Og flýgur núna hjá VAR, Airbus 321. Já. Situr þar við hægri hönd Guðföður Almáttúrs. Já. Sem er náttúrulega flugstjórinn. Já, sjálfsögðu. Já. Garðar, komstu með eitthvað? Ég átti eins og að spurja því að hér ertu með fullt borð alls konar tækjum. Já. Nú hefst lesturinn. Já. Hvað ertu með? Heyrðu, byrjum á einu. Já. Skulum byrja á þessu hérna. Já, myndir. Já, byrjum á þessum 2 myndum hérna. Þessi er tekin yfir Akureyri? Já, þessi mynd er af nýrri flugvélin okkar sem við keyptum fyrir 2 árum síðan. Já. Og þessi flugvél hún er framleidd árið 2000. Já. Keyptum hann í Bandaríkjunum en hún leit út alveg eins og ný bara á kassanum. Ný þegar hún kom. Já. Ofsalega vel með farin og góð. Og góð vél. Já. Og við erum ég viss að einhverjir spyrja hvað flýga, því vorum að tala sjúkraflugið á hann og þyrlurnar og það. Hvað flýgur svona flugvél hratt? Þessi flugur, hún flýgur í lognið, þá er hún að fljúga á svona 270 hnúta hraða. Já. Og í kílómetrum er það sinnum 1,852. Já. Þannig að það er í svona, milli 500 og 600. Já, þetta er spýtkerra. Þetta er spýtkerra, já. Og þessi vél, hún getur flogið upp í 35.000 feta hæð. Já. Og haldið loftþrýstingi í 9.000 fetum, sem svara 9.000 fetum. En hún getur flogið í ísingaskilyrðum. Hún getur notað stuttar brautir, bæði til flugtaks og lendinga. Hún er gríðarlega öflug. Þetta eru öfluga vélar, þetta eru 850 hestafla mótor hvorum veginn. Og þetta eru svona, eins og framleiðandi segir, made for the mission. Já. En svo er náttúrulega ein lítil hérna bara af kappanum sjálfum svona. Já, þessi var tekin einhvern tíðan af kollega mínum hérna. Já. Og ég fekk að gjöf hérna frá Þarna ertu í vinstra sætinu. Þarna er ég í vinstra sætinu. Þú ert kafteinn sjálfur, sko. Já, ég... Almáttu í flugkafteinn. Já. Hvaða fyrirbæri er þetta? Já, þetta er Járnsagablaðs heimasmíðar morðlíkill. Sem að þú gerðir? Já, þetta er Járnsagablað. Já. Þetta, það má senda á þetta Moss. Þú fær kontaktinn að hann gefur engan kontakt í hvíldarstöðu. Já. En svo gefur hann kontakt hér og kontakt hér. Já. Þannig að þú mossar með því að gera svona. Já. Þú heldur stutt, þá færðu bara punt. Já. En heldur lengur, þá færðu strik. Já. Og mossið er náttúrulega bara puntar og strik. Já. Þú með 3 mosslykla? Já, ég hérna venjulega líkill. Það heyrist ekkert í honum og það heyrist ekkert í þessum. Já. En það heyrist í þessum. Já. Heyrðu, nú skrifar þú fyrir mig á Mossi. Góðan dag, gestur. Já. Þetta var góðan. Góðan. Dag. Og svo gestur.
Gestur. Já, góðan dag, Garðar. Já. Hvað þetta? Já, þetta nú bara gömlu góðu Pilot Ray-Ban leirugum, sko. Já, já. Gamla módelið, sko. Þurfi ekki allir að eiga svona. Já, ég er búinn að eiga þetta síðan 95. Já. Sett á því húruna líka? Já, nú ætla ég sko að nýta tækifæri fyrst þú ert í fullum skrúða og taka af þig minn. Já. Sjá, já, nei, sérðu minn mann, hvað er flottur, sko. Já, heyrðu. Gengur þetta? Þetta gengur alveg svakalega vel. Já. En Garðar, ég veit að sko tíminn líður náttúrulega eins og eðlilegt er. Já, jörðin snýst. Jörðin snýst. Hvað sko, ég ætlar að halda áfram ekki að vinna eða hvernig er staðan á þér? Já, núna... Finnst þér gaman að vinna? Já, mjög gaman að vinna. Ég er hálfgerður vinnualki, sko. Já. Ertu sáttur við sko lífslaupið hingað til? Þú erum að prófa svo margt. Já, ég er nú samt ákveðin í að gera betur, sko. Er það? Já. Hvað ætlar að gera betur? Já, ég bara hætti allir í vitleysu og fara maður meira svona að vera svo maður. Ég hef aldrei heyrt og konuna já, það maður þarf náttúrulega að gera börnin. Það. Já, maður þarf að gera það. Svo er það barnabörnin. Já, áttu mörg barnabörn? Já, ég á 11. Já. Og það er alveg heilmikil vinna. Það er ekki að barnabörn? Já. En það er gaman. Það er gaman. Já. Það er rétt. Er það gaman að fá að spjalla við þig? Já, sömuleiðis. Verulega gaman. Og allt þetta sem þú er búin að sýna mér og segja mér, það var mjög skemmtilegt. Og þú hérna skreið til þig með í flugi? Já, ég er nú ennþá hluthafi í félaginu, þó ég sé nú ekki stóran hlut. Já. Og ég er ennþá að vinna fyrir þá, sko. Ég er í þjálfunarmálum, kenni bóklegt og sé upprifjunarnámskeið og svoleiðis. Þannig að þú er tengdur því ennþá? Já, ég er tengdur því ennþá, sko. Það er nú oft svona þegar menn hætta vinnunni og eru full sprækir að þeir fara einmitt í eitthvað svona. Já, ég hefði alveg getað farið til dæmis haldið áfram að fara í fraktina, sko. Já. Ég má fljúga sko frakt flugulum, en þetta var bara komið ágætt. Komið ágætt. Garðar, Sigurður Valdirsson, kærar þakkir fyrir spjallið. Takk fyrir fremur.